Núbó bíður ekki mikið lengur, segir talsmaður kínverska viðskiptajöfusins. Við tökum okkur þann tíma sem við þurfum, segir Steingrímur. Ráðherranefnd sem skipuð var mál kínverska viðskiptajöfusins Kwangs Núbó og leigu hans á Grímsstöðum á Fjöllum ræður enn ráðum sínum. Talsmaður Núbó segir hann orðinn óþreyjufullan og undrast að nefndin skuli ekki hafa haft samband. Gunnar Reynir Valþórsson tekur við. Halldór Jóhannsson, talsmaður Núbó hér á landi, segir að samningar hans við sveitarfélögin á svæðinu séu í grunninn frágengnir en að beðið sé eftir því að ráðherranefndin ljúki störfum. Í upphafi hafi verið gert ráð fyrir niðurstöðu í haust. Þess vegna vitnar nú Kwang Núbó til þess að hann vonist til þess að setja skrif undir núna í október því að það er svona svo tímarammi sem var gefin í upphafi. Steingrímur J. Sigfússon, atvinnuvega og nýsköpunarráðherra situr í nefndinni. Þessi fréttaflutningur er þeirri vinnu algjörlega óviðkomandi og sækir sér enga stoð í hana. Við erum bara að fara yfir þetta mál, búin að funda eitthvað 3-4 sinnum og næsti fundur er framundan. Tökum okkur þann tíma sem við teljum okkur þurfa til þess að fara ofan í saumana á þessu. Halldór segir það skjóta skökku við að nefndin hafi ekki enn haft samband. Taldi það mjög eðlilegt í ljósi þess út af hverju menn töldu að þyrfti að fara yfir þetta. Þetta var ýmisatriði sem þyrfti að fá nánari upplýsingar og þar lendi held ég að þær eru haft samband við okkur eða við fengjum einhverja fyrirspurnir en það er ekki orðið. Já, við erum búin að fá sveitarfélögin eða fulltrúa sveitarfélagana í heimsókn og við erum sótt auðvitað ýmis gögn sem að liggja fyrir hjá stjórnvöldum. Við erum að skipta verkum milli ráðuneytanna sem að þessu koma. Ef við teljum ástæðu til þá kallum við í talsmannin en hann kemur nú sínum ástæð hjálparlaust á framfæri í gegnum fjölmiðla og eins og þetta dæmi sannar. Aðspurður hvort Núbó hafi sett einhver tímamörk í þessum máli segir Halldór svo ekki vera en bætir við. Hann er að verða óþreyjufullur, þannig að við getum ekki gert ráð fyrir því að bíða neitt mikið lengur held ég. Við tökum bara þann tíma sem þarf, við veitum heldur ekkert að hanga lengi yfir þessu þannig að það er einhverja vikur allavega í viðbót en ekki, vonandi ekki mikið meira. Meira mánuður? Heyrðu sko, ég sæði þarna allavega nokkra vikur í viðbót, vonandi ekki mikið meira. Ekkert gefur tilefni til að blása til blaðamannafundar samning stjórnvalda á Kwangs Núbós eins og skrifaðir í kínverskum fjölmiðlum. Þetta segir Steingrímur J. Sigfússon atvinnuvegaráðherra sem segist þreyttur á yfirlýsingum út og suður sem geri ekki annað en að rugla umræðuna. Kínverski fjölmiðlar hafa töluvert fjallað stórhuga áform Kwangs Núbós á Grímsstöðum á Fjöllum. Í dag greindu frá því að Kwan myndi skrifa undir leigusamning við íslensk stjórnvöld í Kína í næsta mánuði og að hann yrði kynntur á fréttamannafundi hér á landi. Leigan væri til 99 ára og næmi jafnvirði 740 milljónum íslenskra króna en heildarfjárfesting 25 milljörðum. Þá vildu íslensk stjórnvöld 15 eignarhlut í uppbygginguna á Grímsstöðum. Haftar eftir Bergi Elíasi Ágússyni bæjarstjóra Norðurþings í hádegisfréttum að samningar 6 sveitarfélaga Grímsstaði á Fjöllum væru tilbúnir efnislega og lögfræðingar færu nú yfir þá. Þeir fjalla kaup á hluta Grímsstaða, leigu til Kwangs Núbós og Folkvang. Þeir getur vel verið að þau séu langt komið sinn út undirbúning en það hefur ekki áhrif á það að stjórnvöld er að skoða það sem að þeim snýr í þessu bæði sem landeigandi á Grímsstöðum og varðandi þá fjárfestingarsamning og sú vinna er í gangi og við höfum ekkert gefið út það að staða þeirrar vinnu sé slík að þeir geti blásið til blaðamannafundar fyrirfram í dagblöðunum í Kína. Maður er að verða svolítið þreyttur á þessum endalausu yfirlýsingum út og suður sem gerir ekkert annað en rugla þessa umræðu. Það hefur allavega engin áhrif á okkur. Þannig að þið hafið loka orðið ráðherranefndin. Já, hvað stjórnvöld og þeirra aðkoma að þessu varðar, þá höfum við það að sjálfsögðu.